Föstudagstátturinn heldur áfram en hann sestur hérna hjá mér Guðbrandur Árni Ísberg, sálfræðingur, velkominn. Takk. Þú ert hér í tengslum við flóttamannaverkefni Akureyrarbæjar og Rauða krossins. Já. Áður en við förum aðeins í það langar mig að spyrja þig bara aðeins út í þig og þinn bakgrunn og svona hver þín sérhæfing er. Sko sérhæfing mín ofbeldi og vanræksla og áhrif á heilaþroska barna og áhrif á bara persónuleikaþroska og samskipti fólks. En ég byrjaði, svona því ég útskrifaði sem sálfræðingur í Danmörku, þá byrjaði ég að vinna á sérhæfðri meðferðar- og endurhæfingarstofnun fyrir flóttafólk og þeir voru allir greindir með áfallastreituröskun og líka geðkvilla. Og þarna var svona þverfaglegt teymi. Það voru sálfræðingar og það voru iðjuþjálfarar og það voru félagsráðgjafar og það voru kennarar og það voru sjúkraþjálfarar og svona. Þannig að það var svona mikil inngrip og mikil meðferð til að svona, já, maður að segja kannski tjasla þessu fólki saman. Því þetta var náttúrulega það flóttafólk sem verst var farið eftir svona stríðshörmungar. Og hvaða máli skiptir það að þínu mati að hafa einmitt svona þverfagleg teymi að það sé fólk úr mismunandi geirum að aðstoða þetta fólk? Það skiptir miklu máli vegna þess að við erum svo ofboðslega flóknar verur og það er svo margt sem við þurfum og sem sálfræðingur þá maður að vinna mikið með svona þessi innri ferli í okkur, við erum að vinna með svona tilfinningar og hvað eru þær og hvernig tengjast þær og hvernig koma þær út og hvernig stjórnar maður þeim og allt það. Svo félagsráðgjafinn meira að tengja einstaklinginn við bara samfélagið og hjálpa honum að gera sér grein fyrir svona réttum og skyldum og öðru. Sjúkraþjálfarinn, þeir sem hafa sætt pyntingum sem sérstaklega þeir sem koma frá ákveðnum löndum eins og Írak og Íran. Að það sem svona dálítið búið að eyðileggja líkamar það þurfa sjúkraþjálfarar að koma inn í, iðjuþjálfarar að hjálpa fólki að svona bjarga sér í hversdagnum og svo kennarar til að aðstoða við að bara afla sér þekkingar og læra tungumálið og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að og eins og á Íslandi fyrir flóttafólkið að hafa stuðningsfjölskyldur að við vitum það og rannsóknir sýna það og við vitum það öll innst inni að það sem svona aðal uppspretta hamingjunar fyrir okkur og öryggisins, það eru góð tengsl við annað fólk. Þannig að það að bara hreinlega finna ég tilheyri því samfélagi sem ég er í og þeim stað, það skiptir miklu máli. Þannig að margir skipta miklu máli. Og þitt starf með þessu fólki sem sálfræðingur, í hverju felst það? Það felst fyrst og fremst upphaflega í því bara að meta bara hvert ástand einstaklingsins. Áfallastreituröskun að ræða, það þarf ekkert endilega að vera. Það þunglindi eða það einhver kvíðakvilli og náttúrulega ef það einhver svona geðkvilli þá ekki nóg að vera bara góð manneskja sem hjálpar manneskjunni með eitthvað eða talar við hana, það þarf eitthvað sérhæfðara til. Þannig að ég reyna svona að vega og meta bara hvert andlegt ástand og síðan svona meðferð í kjölfarið. Og gjarnan að vinna þá með öðrum sem koma að þá flótta fólkinu. Manni finnst þetta orð áfallastreituröskun vera að koma upp dálítið oft svona undanfarið, það orðið meira í umræðinni. Finnst þér að við kannski vera að ofnota þetta orð? Nú þekkir þú nákvæmlega hvað þetta felur í sér? Já, mér finnst það ofnotað en sko alveg eins og fólk segir gjarnan, eða sumir sem koma á stofuna, ég er svo brjálæðislega þunglindur. En sko þunglindir sjúkdómur til dæmis, en við upplifum öll að það geta verið dagar þar sem við erum dálítið svona down og við erum leið, það bara allt annað. Og þetta með að sko áfallastreituröskun, þú veist, þá ertu með martraðir, þú forðast staðinn þar sem var ráðist á þig eða þér nauðgaði eða hvað það nú var. Og ýmislegt sem er svo miklu meira heldur en bara að þykja eitthvað óþægilegt. Veistu einhverja tölur, fólk sem hefur upplifað stríð eða verið í stríði, hægt að segja eitthvað flestir þeirra eða sko rannsóknir, svona alþjóðlega rannsóknir á flóttamannahópum frá ýmsum löndum sýna að sko tíðni áfallastreituröskunar allt frá því að vera bara 5% í hópi alveg upp í 85% og það fer þá alveg eftir hvaðan hóparnir koma. En þeir hópar sem eru svona verða verst úti, það eru nákvæmlega hóparnir sem koma frá stríðshrjáðum löndum. Af því að þarna fólk að upplifa svona stöðug og ógnun við
við líf sitt og ástvina sinna og þó að það kannski sjálft verði ekki beint fyrir einhverju að þá kannski ættingiðinn sprengdur í tætlur eða tekinn til fanga og kemur aldrei aftur, þú settir í fangelsi og upplifir að það verið að pynta fólk og drepa fólk og svo framvegis og svo framvegis og það eru þessar upplifanir sem gefa áfallastreituröskunina. Nú eru þessi flóttamannahópur sem hefur komið hingað til Íslands samansettur af fólki á öllum aldri. Já. Þetta hlýtur að birtast ólíkt eftir því hvort það að barn eða fullorðinn einstakling. Já. Svona í grundvallaratriðum náttúrulega börn, svona heili barna að þroskast og persónuleiki þeirra að þroskast. Þannig að það sem gerist eitthvað mjög alvarlegt sem hjá barni, það verður svona hluti af persónuleika þess. Hins vegar þegar þú ert fullorðinn einstaklingur, þá byggingin orðin dálítið svona stór og sterk og það þarf miklu meira til að fella hana. Þannig að börn eru, þó að aðlögunarhæfni barna sé meiri heldur en fullorðina, að þá eru þau samt miklu viðkvæmari. Og maður getur hugsað sér þetta þannig að taugakerfið dálítið eins og vöðvarnir, þegar við erum fullorðin, við lyftum miklu meira heldur en þegar við erum lítil. Já, akkurat. En svona áfram með börnin, hvernig kemur þetta út? Getur þetta komið út í einhverjum konar öfugri hegðun við kannski það sem þú ert að upplifa innan í þér eða hvernig? Já, til dæmis grundvöllurinn fyrir til dæmis eins og áfallastreituröskun að við upplifum gífurlegt óöryggi og í raun og veru bara skelfingu og vanmátt. Ég hef enga stjórn á aðstæðum. Þannig að það sem bataferlið hefur með að gera að hjálpa einstaklingnum á ýmsan máta að upplifa meira öryggi inn í sér. Okay? Og við höfum margar leiðir til að upplifa öryggi og ein leiðin til dæmis að stjórna, að ráða. Vegna þess að ef ég stjórna, ef ég ræð, þá veit ég hver næstu skref verða og það veitir mér öryggi. Þannig að stundum sér maður fólk sem og börn sem hafa orðið fyrir mjög slæmum atburðum sem eru mjög stjórnsöm. Og þá mikilvægt að maður túlki það ekki sem það alltaf meiri frekjan í honum, þú veist, hann vill bara ráða, hann bara athyglisjúkur, Nei, þetta nokkuð örugglega barn sem að reyna með því að stjórna að öðlast meira öryggi. Og þú veist, og það hvernig maður skilur það, náttúrulega skiptir máli hvernig maður sé að nálgast barnið og maður náttúrulega ekki að hjálpa því með því að skamma það, þú veist, heldur þvert á móti að reyna að skilja að það þetta sem barnið að reyna að gera. Á að því þú talar þetta að fólk vill, eða finnst gott að stjórna, það hlýtur þá að vera erfitt stundum fyrir þetta fólk að koma og vera ekki með vinnu og reiða sig algjörlega á stuðningsfjölskyldur eða annað fólk. Akkurat. Og þar kemur til dæmis önnur tilfinning inn í og það skömmin. Að ef við hugsum skömm og stolt, þetta eru andstæða tilfinningar og það að gera eitthvað þar sem við finnum að ég að gera eitthvað og ég að vinna og ég að sjá fjölskyldum til farborða, þetta eitthvað sem veitur okkur stolt og það andstæða skammar og kjarnatilfinningin í áföllum og ég tala um áfallastreituröskun, það skömm. Af því þú missir algjörlega stjórn á þér. Þú veist, þannig að þess vegna svo mikilvægt að hjálpa þeim sem koma frá stríðshrjáðum löndum til dæmis að geta gert eitthvað sem veitir þeim stolt. Læra tungumálið, komast í vinnu og allt þetta. Mér langar að spyrja þig að því að nú hefur verið að sérhæfa í þessu jafnvel vinna með fólki sem hefur sætt pyntingum eða annað verra. Hvernig svo að tala við fólk sem hefur svona þessi vestrænu kvíðavandamál? Verður það lítilvægt í þínum augum í samanburði við þetta? Nei, mér finnst það ekki. Þú veist, ég meina, kvíðamekanismin sami í okkur öllum. Þú veist, og þannig að nálgunin alveg svo sama og maður verður náttúrulega bara að hafa skilning á því að leiðin til að hjálpa að sýna skilning, að sýna samkennd og hjálpa viðkomandi að læra ákveðnar aðferðir og þá skiptir engu máli hvaða húðlit þú hefur eða hvaða reynslu þú hefur. Þannig að ég upplifi það ekki, nei. Nei, gott. Nú ertu á Akureyri í tengslum við þetta flóttamannaverkefni sem hér Segðu okkur aðeins frá því hvað framundan hjá þér hér? Í dag, þá fyrst hitti ég foreldrana og tala við þá bara saman með túlki, síðan unglingana
og heyra svona hvað og svona markmiðið svona aðeins að reyna að fá tilfinningu fyrir hvað það svona sem kannski þessir einstaklingar þurfa á að halda til að svona næstu skref svona geta gefið svona leiðbeiningar varðandi það og síðan ég með svona fyrirlestur fyrir svona þá aðila á Akureyri sem eru að svona styðja og hjálpa á ýmsan máta þessum hópi. Og þetta einhver strúktúr sem að þú vinnur alltaf með þegar þú kemur inn í svona verkefni? Já, í raun og veru, eins og ég segi að hitta flóttafólkið fyrst, það í raun og veru bara eins og ég nefndi áðan hvað gerir maður þegar maður hittir fyrst, það bara vega og meta hvað það sem þú þarft og til að reyna svo að koma til móts við það og síðan þetta með starfsfólkið, það svona meira óljóst fyrir mér hverjar þarfir þeirra eru, akkurat. En ég náttúrulega búin að gera þetta oft í gegnum árin, þannig að maður hefur svona smá upplýsingabanka sem maður veit að fólk svona hvað nýtist betur en annað og svona, þannig að ég bara vona að það nýtist vel. Eitt að lokum, það að vinna svona meðferð eða hvað þú kallar það í gegnum túlk, hvernig það? Getur það ekki verið svolítið erfitt í gegnum þriðja aðila? Það fer algjörlega eftir túlknum, af því að ef túlkurinn hefur bara svona þægilega nærveru og upplifir sjálfan sig bara sem mitt hlutverk að bara miðla á milli ykkar upplýsingum, þá svona túlkurinn algjörlega svona gulls ígildi af mörgum ástæðum. En svo eru túlkar sem skipta sér af og fara að ræða við skjólstæðinginn eða þýða ekki nægilega vel og svo framvegis og það truflar. Og þá þarf maður stundum að nota tíma í að svona kannski ekki ala upp, það aðeins ekki sérstaklega fallit orð, en svona í meðferðarlega séð að hjálpa viðkomandi að gera sig grein fyrir hvert hlutverkið en það alveg hægt að vinna með túlki svo framalega sem hann góður. Eitt enn, það fylgir því að það svona umræða í náttúrulega eðlilega í tengslum við komu þessa flóttafólks til landsins og það eru margir sem finnst þetta vera hreinlega kvíðaefni og eru bara margir á móti þessu eða eitthvað slíkt. Þarf þetta fólk að fá fræðslu, aðstoð, eitthvað slíkt á þínum mati? Já, en þegar við erum að tala svona ótta virkilega við eitthvað, þá erum við að tala eitthvað sem, það sem virkar betur heldur en orðin, það bara verknaður. Það að segja að það sem virkar best, það að fyrir þessa einstaklinga sem eru hræddir að múslimar séu að koma og allt þetta, það að bara sjá með tímanum að múslimar eru bara eins og við erum flest. Við viljum bara eiga gott líf og ala börnin okkar og vinna. Og staðreyndin svo til dæmis að flóttafólk kostar samfélagið meira heldur en það gefur allra fyrstu árin, en rannsóknir á heimsvísu sýna að flóttafólk, það gefur bara eftir örfá ár, það gefur meira til samfélagsins í formi skatta til dæmis heldur en það kostar okkur. Þannig að það efnahagslegur ávinningur að fá þessa hópa. Og við sem lítið samfélag, við komum aldrei til með að taka það stóra hópa af til að mynda múslimum að okkur komi nokkuð tíma til með að stafa ykkur ógn af þeim í ykkurum gettóum. Það bara óraunhæfur ótti. Óraunhæfur ótti. Látum þetta vera lokaorðin. Þakka þér kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér eftir augnablik.